Allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Það hlýtt loft sem núna á leiðinni til okkar og við sjáum hérna hvernig hlýi loftmassinn svona kemur hérna yfir landið og síðan á föstudaginn langa þá kemur nú reyndar önnur svona lítil gusa til okkar þannig að næstu dagar ætti að vera hlýir hjá okkur en á laugardaginn þá fer þetta nú að breytast hjá okkur og förum við aftur inn í hérna svona svalara loftmassa og við fáum nú svona eilítið svalara hitastig sem nú svona kannski eins og við eigum að venjast í apríl. En ef við lítum á yfirlitskortið þá lagð sem að renna sér hérna fram hjá landinu núna í nótt og henni fylgir talsvert mikil úrkoma á suður- og suðausturlandi. Nú síðan léttir nú aðeins til á morgun tíma en síðan kemur næsta lagð til okkar aftur á föstudaginn langa og þá verður úrkoma frá henni bæðum sunnan og vestanvert landið og síðan á laugardaginn þá finnur svona vindur að snúast til suðvestlægari áttar með áframhaldandi úrkomu sunnan og vestanvert landið en norðausturlandið það virðist nú ætla að sleppa nokkuð vel hjá okkur þessa páskana. En við skulum líta aðeins á þessa lagð sem nú að koma hérna yfir landið eða framhjá landinu í nótt. Það talsvert mikil úrkoma sem að fylgir henni og samfara því að það frekar hlýtt hjá okkur að þá má gera ráð fyrir að það verði mikil leysing og hækki mjög í vötnum og því svona talsvert aukin hætta á grjóthruni og skriðuföllum og því best að hafa allan varan á. En við sjáum hvernig þessi úrkoma færist hérna yfir svona fram eftir nótt en í fyrramáli að þá nú svona mestu fyrir bí og síðan á morgun ætti nú að verða svona nokkuð þurrt og seinni partinn á morgun nú gert ráð fyrir því að það verði nú bara svona skýjað sunnan og vestanvert landið en aftur á móti ætti að verða bjart á norðausturlandi og það svona sunnanátt í þessu hjá okkur, vindur svona nálægt 10 metrum á sekúndu nokkuð víða en það verður hlýtt og sérstaklega hérna á norðausturlandi þar sem að hitatölurnar gæti alveg farið upp í 15 stig. Nú síðan ef við höldum áfram á föstudaginn aðfaranótt föstudagsins langa að þá fer nú næsta skilakerfi að koma upp á landinu þá fer að rigna hérna aftur einkum hérna sunnanvert landið og einnig á vesturlandi og þetta úrkomukerfi kemur til með að svona liggja yfir landinu meirihluta dagsins og þá á ég við sérstaklega hérna sunnan- og vestanvert landið þar sem að kemur til með að vera talsverð úrkoma en á norðausturlandi og norðurlandi þar gæti orðið aftur á móti þurrt og hið fínasta veður og áfram verður það hlýjast og áfram munum við sjá hitatölur svona yfir 10 gráðunum. Nú síðan á laugardeginum að þá fer nú vindur að snúast til suðvestlægrar áttar. Þetta þýðir það að það fer nú svona aðeins að kólna í veðri hjá okkur, hitatölurnar svona lækka hérna svona í áttina að núllinu en það verður áfram úrkomusamt sunnan- og vestanvert landið en bjart á norðausturlandi sem fyrr og vindurinn hann verður nú svona frekar rólegur en þó gæti nú orðið svona strekkingsvindur hérna á suðausturhorninu. Nú síðan á páskadag að þá fer vindur að snúast til suðlægrar áttar og enn fara hitatölurnar svona aðeins að síga niður á við. Það má gera ráð fyrir því að það verði einhver úrkoma vestanvert landið og sunnanvert einnig en reyndar ekki í miklu magni og á norðurlandi nú gert ráð fyrir að það verði þurrt en svona nokkuð skýjað. En það verður sem sagt á morgun verður sem sagt þokkalegasta veður, það verður eins og ég sagði talsvert mikil rigning hérna á suðaustur og austurlandi og því svona betra að hafa varan á fram til nóttu en síðan gengur þetta nú yfir og morgundagurinn ætti nú að vera þokkalegur þó verður nú skýjað hérna á fremur þungbúið sunnan og vestan til en hérna á norðausturlandi ætti að verða hið fínasta veður og hitatölunar bara nálægt 15 stigum þar sem það verða hæstar. Segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.